Halló, halló. Ég heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum Sögukastið. Verið velkomin aftur. Ég veit ekki. Nei, stopp. Verið velkomin aftur. Nei. Ok. Röddin mín að hluta til komin tilbaka. Já, En það gæti verið hún dett út í þættunum. hver veit. En við erum í nóga vatni, þannig að vonum bara það Við besta. reynum okkar besta. Já. En já, bara velkomin aftur og takk fyrir að byrja aftur að hlusta á okkur. Þetta er bara, já, æðislegt alltaf að vita að það er einhverja sem nennir að Sem nennir okkur. sem nennir okkur, sem nennir að heyra röfli í okkur. En já, það er í rauninni ekkert sem við þurfum að ræða í rauninni. Nei, bara það að, já. Bara það er í rauninni eina er bara hvað það er verið að dæla út sjónvarpsefni núna. Já, rosalega mikið að koma. Og maður einhvern veginn hefur ekki undan. Nei, við líka höfum ekki verið mikið saman til þess að geta hort á hluti. Já, það er svona þegar við erum bæði í vaktavinnu. Já, þetta er svona þannig líf. Já. En já, það eru náttúrulega nokkrir góða þætti sem við erum búin að horfa á. Beast in Me. Já, Mjög His and gott. Hers. His and Hers, mjög gott líka. Já. Er það ekki eiginlega bara eina sem við horfum á? Traitors. Traitors, já. Er það nýja sérina Traitors í byrju? Breska. Bandaríska er líka byrjuð, en breska er líka mjög góð. Guð minn góður. Við erum ekki byrjuð á bandarísku. Nei. Og svo er það líka bara Lofaland. Já. All Star, sería 2. Það er Algjörlega. þáttur á dag. Ég er ekki ný, nei, en Nei, en maður verður að horfa bara strax um leið og þátturinn kemur út af því annars sér maður spoiler. já, algjörlega. Ég tengi svo mikið. Oh my god. En já, Það er bara, ég er ekki bara enda bara í róleg heitir að reyna að taka rólegan janúar. jú, Svo þannig séð. ég held að það sé eina viti. Já. Við erum ekki að taka edrú janúar eins og sumir. Nei, af því að Við mér höfum, er ekki það ítlaður sjálf á mig. nei. Það sem ég hef aldrei skilið er að af hverju myndiru velja janúar til þess að taka edrú mánuð. Það er versti mánuð til þess að vera edrú. Takk fyrir eitthvað Mars. Mars, ekki einu, ég mæl alltaf freka með, þú veist, eins og október, nóvember. Já, ok, þegar það er Oktoberfest og svo er jólabjórinn og Já, þannig þar kannski september, já, þú veist, þá er veðrið ekkert frábært hérna, nei, búið með allt sumarveður, svona Já. yfir höfuð, þú veist, sem er ennþá jafnast eftir þjóðatíð. einmitt, bara september, Já, allan daginn miklu betur heldur en í janúar, þú veist, og ef þú tekur, þú veist, eins og fólk kallar þetta sober september, þá getur þú síðan tekið, þú veist, alktóber eða eitthvað eftir á. Nei, ekki, við erum ekki næringafræðingar, þannig nei, ekki ég hlusta á sá samt mjög fyndið TikTok þar sem var eitthvað hérna af hverju að gera þér að taka Dry January Já, af því að það er ekki eins og hvað var eitthvað, vatn, brokkoli og eitthvað annað ekki svo það hefur hjálpað þér í gegnum lífið þegar það er erfitt. það er þetta góð Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var og ég er ekki skemmtilegt að hlusta á þetta en Nei. mér varst þetta mjög fyndið bara hver er búin að vera þarna til staðar fyrir þig Já, ekki vatn og brokkoli allavega nei Já, Já, en já, ef við ekki bara að vinda okkur í mál dagsins. er það ekki? Jú, Í dag ætla ég að tala um flugslys og þið kannski sjáu heiti á þættinum en ég er að fara að fjalla um Aloha Airlines flug 243 það er rosalegt. En þetta mál er svona smá það sem er einstinni ræðist smá Já, í þessari vinnu. þetta er eitt rosalegasta Þetta er flugslys. Þetta er flugslys en þetta er ekki eins og hin flugslysin sem við höfum tekið fyrir. Nei, en ekki segja neitt. Allan. Þetta er ógeðslega skeri. Já, mér finnst þetta eitt mest skeri. Þannig Já. að massíft trigger warning áður en við byrjum. Nei, samt eiginlega ekki. Fyrir hann flughrædda. Samt eiginlega ekki. Samt eiginlega ekki. Samt eiginlega ekki. Ok. Að þegar þú ert farþegi þá er ég með lausn á þessu. Geggjað.
Hvað bara Hvað bara krossa fingur eða? Nei. Leð mér bara fara í málið. Ekki máli Okay. Það er 50. 28. apríl. Árið er 1988 og við erum stödd á Hawaii. Þetta var bara menjulegur 50. Ég ákvað að nefna ekki hvernig veðri var að því að það eru 2 mismunandi heimildi hvernig veðri var. Já Ein grein segir eitt og Google segir annað. Mhm. En þannig að það skiptir ekki máli. Hins vegar var þennan dag á dagskrá innanlandsflug á vegum Aloha Airlines frá Hilo til Honolulu og þetta er stuttferð sem ætti að taka einungis 55 mínútur. Já Það er alltaf mjög stutt á milli eigana Já, flugvélin sjálf. Þetta var Boeing 737-297 vél Ok og smá einskot, þú veist, þetta er 737 vél sem er í notkun í heiminum í dag eins og Æslandi er til dæmis með 737 Max 8 og Max 9 en þrátt fyrir að þetta sé bæði þú veist, að þetta sé 737 vél þá er þetta samt ekki sama vél og við þekkjum í dag. Ó nei, það 737 Maxin sem er mun meira notað í dag Já, er bara ný vél í rauninni já, þú veist, það er í rauninni verið að nota bara sumu af grunn útlitshönnuninni. Já og svipar hönnun sem sagt inn í Já. vélni en þú veist öll tæknin er ný og Já, en þetta er raunin, en þetta er ekki sambarileg vél. Nei, alls ekki Það eru ekkit líkar, þannig sé bara, vildi bara koma smá ef fólk hefur spottað 737 nafnið. Algjörlega Allavega, þetta var, já, Boeing 737-297 vél sem var framleitt árið 1969. Skráninganúmer hennar var N73711. Já, fyrir alla flugnerdana þarna Já, en hún fekk nafnið Queen Liliuokalani. Já, Það hún hét það. já, Vélin var búin með 89.680 leggi vá og leggur er sem sagt flugtak og lending. Það er 89.000 Já. En hún var aðeins búin með 35.496 flugtíma fyrir þennan örlaðaríka dag. Ha, býttu, En það þýðir Vá. að vélin var að mestu notuð í styttri ferðir. einmitt Áhvert Einmitt svona innanlands. En vanalega er nefnilega þessar vélar ekki í Nei, alls ekki svona stuttum flugum. Nei. En út af því að hún var svona í styttri flugum að þá náði hún ekki alltaf hæðstu mögulega hæð. Þú veist, maximum altitude. Nýja fullri pressu í farþegarýminu. Nei, En viðmið frá Boeing er svona eiginlega svona viðmiðslas skástrík maxið var cirka 75.000 leggir og það væri 51.000 flugtímar. já, En þú veist, í þeirri mælingu var ekki verið að taka þetta greina ýmis áhrif af, þú veist, venjulegri notkun. nei Það er í raun bara einhver formúla sem að var reiknuð eða þá að var testað í einhverju ákveðnu, þú veist, rými hjá Boeing. Já, það Einhverjum ákveðnum aðstæðum. það er náttúrulega ekki hægt að prófa þetta í öllum Nei, aðstæðum en ég er að segja, þú veist, þetta er samt svona það sem Boeing gaf út. Og einmitt bara þennan dag var vélin búin að klára 6 leggi Já, og allavega virtist allt vera eðlilegt þá þegar annarkvort flugstjórinn eða kóarinn framkvæmdu, þú veist, svona fyrir flug check-in sín. já, Þannig að það komu engar athugasemdir fyrir flugtak. nei, enga bygglur utan á eða Allavega það var ekki nefnt neitt Nei frá þeim. En já, það er alltaf svona tekið fyrir flug check sem kallast pre-flight check og já, þetta heitir að því að enska er svo alþjóðlega þá er alltaf bara í rauninni alltaf á ensku Já, í fluginu. sem flugfólk, þú veist þóttu hvort sem að sé í flugstendaklefunum eða bara í kabininu Já, það verður að kunna ensku heitin Já. út af því að ef þú lendir einhvers staðar annars staðar en á Íslandi þá verður að kunna ensku heitin. Já, en þetta heitir human pre-flight check og þá ertu bara að fara yfir öryggisbúnaðinn tjekka hvort allt sé til staðar og allt sé gilt og flugumennir þau skiptast á annarkvort flugstjórinn eða flugmaðurinn að labba hringi kringu vélina og tjekka
hvort allt sé í lagi. Það er hluti af tjekkinu þeirra. Mhm. Aðeins áhöfnuna. Í heildina voru 5 manns í áhöfn flugs 243. Í flugstjórnarklefanum var hann Robert Schornsteimer, Það er verið nafn. flugstjóri. Hann var 44 ára og búið með 8.500 flugtíma á bakinu Ok, og 6.700 þeirra voru á 737 vélinni. ok. Þannig að, Það þekkti vélina ágætlega. já, kóarinn var hinn 36 ára gamla Madeleine Tompkins, kallið Mimi, en hún var búið með 8.000 flugtíma og 3.500 þeirra á 737. Með þeim í flugstjórnarklefanum á jumpi, eða flugfreyjupriki, eins og sem við vilja kalla það. Heitir það? Mamma kallar þetta alltaf flugfreyjuprik. Og kalla mamma, já, ég held að það væri Nei, og hérna, eins og þegar hún kom með mig til Denver, þá talaði hún um að hún hafi setið á prikinu, Já, jumpi, já. og hún nefnir þetta, og þetta er víst þekkt. Í alvörinu flugfreyjuprikk. Já, Hvað það er fyndið. Það er geggja nafn. en ég ákvað að setja þetta því að það er ekkit annað orðið við jump sæti. Ekki á íslenskunni, ekki svo við viti. En jump sætin eru í rauninni bara auka áhafnasæti Já, og það eru nokkur vélina. já. Allavega með á flugfreyjuprikinu var flugumferðarstjóri sem var á leiðinu til Honolulu. Já. Það var bara fara yfir. Mhm. Hann var engin sérstök ástæð fyrir því að hann var borð, hann var bara sjálfur að ferðast. Já. Mögulega verið skráður á Jandek Já. eða eitthvað svoleiðis. Já. Fyrsta freyjan var Clarabelle Ho Lansing, kölluð CB, og var búin að starfa sem flugfreyja hjá Aloha Airlines í 37 ár. Damn. Vel gert. Og hún var einmitt ein af þeim fyrstu til þess að starfa sem flugfreyja hjá félaginu. Vá, ok. Alveg reynslu bolti. Já. Með henni í áhöfn voru það Jane Sato Tomita og Michelle Honda. Lítið er minnst á þær í heimildum. Þú veist, þeirra baksögu, þeirra líf. En ein heimild nefnir að þær hafi unnið hjá félaginu í 14 ár. Það er mjög reynd áhöfn þarna á ferð. Flug Aloha Airlines númer 243 fór í lofti frá Hilo International Airport klukkan 13:25 á staðatíma. Borð voru 5 áhafnarmeðlimir, 89 almenni farþegar og svo flugumferðarstjórinn. Þannig í heildina voru 95 manns borð í vélinni. Klukkan 13:46, 21 mínútu eftir flugtak og vélin var komin í áætlaða hæð sem var 24.000 fet sem eru 7.300 metrar. Frekar lágt. Að því þetta stutt Einmitt. flug. En það var þá sem hluti af vinstri hlið þaksins fór af vélinni. Mitt. Í einni heimildi talaði að það hefur heyrt svona whooshing sound, en ég ímynda mér að lætin hafi verið meira en það. Já. Önnur heimild nefnir hávaran hvell sem hljómar aðeins réttara miða við explosive decompression sem var það sem gerðist. Já. Og explosive decompression, ég veit ég er að segja þetta inn á ensku, en þetta er í rauninni bara þegar þrýstingur fellur. Og sem sagt Og það kemur mjög svona- hratt. Mjög hratt og Já. það kemur svona ákveðin sprengja. Já. Þetta er allavega í þjálfunni hjá okkur, þetta er svona talið eitt hrikalegast sem getur gerst. Já. Sem sagt fyrir okkur í áfni. Já, nema oftast þá þegar þetta gerist, þá fer ekki allt þakið af vélinni. Nei. Þá kannski þetta gerist það með að það kemur gat á vélina eða eitthvað svoleiðis, en oftast er það þá bara lítið. Eða allavega, Þetta er aðeins meira en það. þetta er aðeins meira það. Já. Flugstjórinn fann fyrir því að vélinn fór að vagga og erfitt var að ná stjórn á áinni í smá stund. Kóarinn tók þá eftir að grátt einangrunar efni var að fljóta flugstundarklefan og þau sáu svo loks að hurðin inn í klefan var farin. Já, þú meinar. Og þau sáu ekkert nema himinin þar sem þakið á fyrsta farrýminu hafði verið. Einmitt. Þegar betur var að gáð komst í ljós að allur efri hluti vélarinnar, í rauninni allt frá gólfi í farþegarrýminu, frá flugstundarklefanum að vængsvæði nánast var horfin. Jesus. Í heildinum 5,5 metrar að lengd.
Þetta er, þannig að þau bara horfðu upp í já, heiminin. Michelle Honda, flugfreyja, var standandi þegar þetta gerðist og datt við þrýstingin á gólfið, en hún fattaði strax að rapid decompression. Það er ekki til orð yfir, ég veit ekki orð yfir. Þessi hraða þrýstingsbreyting átti sér stað. snögg þrýstingsbreyting, já. Já, hún fattaði strax að það var að ræða, þannig að hún tók í málmstöng sem undir farþegarsætunum og hélt dauðahaldi í hana. Svo passaði hún upp á að anda grunnt þar sem hún vissi að hún kæmist ekki í súrefnisgrímu strax. Já, vel gert. Og aðal markmiðið var að missa ekki meðvitund. Því hún vissi ef það gerðist, þá væri hún dáin. Hún náði síðan að mjaka sér í gegnum vélina, röð fyrir röð. Og farþegarnir hjálpuðu henni með því að halda í hana svo hún myndi ekki fjúka út. En hún var nefnilega að fara frá aftarhluta vélarinnar fram í. Já, Á sama tíma var hún að segja farþegum að fara í björgunarvestin og halda sér í sætunum og bara þrengja beltin og allt og passa að allir væru í lagi. Michelle sér svo Jane Sato Tomita, hina flugfreyjuna, liggjandi meðvitundulausa á ganginum nálægt þar sem sprengingin átti sér stað. En hún var með höfuðáverka og undir rústum. Alveg mikla höfuðáverka. Þar sem Michelle komst ekki að henni, þá bað hún farþegar sem voru nálægt að halda henni niðri. já, Haldi í hana. Michelle kemur sér svo aftast í vélina, aftur svo skríðandi, dragandi sig, og reynir að hringja í flugmennina. En símanni virkuðu ekki. þetta, Aðal ástæðan fyrir því að hún vildi hringja í þau er svo að í kvellinum þá hafði undirlagið í vélinni bognað. Það talaði buckled. já. Þannig að hún sá ekki hvort flugstjórnarklefin væri enn á vélinni. Já, þú meina það. Ég skil. Og þegar hún næri ekki sambandi við þau að þá fer hún að einhverjum manni og spyr hann, kann þú að fljúga flugvél? Og svo var hann eitthvað, ég veit ekki af hverju eins og ég spurði það, því að hvernig átti hann að stýra flugvél ef það var ekki einhverjum flugstjórnarklefi. En hún sér svo að vélin er að taka hægri beygju í átt að Maui og fattaði þá að eitthvað hlyti að vera að stýra vélinni og að þau væru að öllum líkindum að fara að lenda á flugvellunum í Maui. En ótrúlegt en satt, þá var aðeins ein manneskja sem dó við það að það ekki skaust af í miðju flugi. En það var fyrsta freyjan, hún CB, sem var 58 ára. Hún hafði staðið við röð 5 í vélinni að aðstoða farþega á fyrsta farrými og hún var að gefa þeim drykki og segir við þau að þetta séu síðustu drykkinir, last call, að því að við fyrir að fara að hefja lækkun og þá fyrir þakkið. Já. Og þar leiðandi því miður fór hún með og lík hennar hefur aldrei fundist. Nei. Farþegarýmið í vélinni var í rúst. Einhverjar súrefnisgrímur höfðu farið niður en virkuðu ekki og mjög mikið af rusli og dóti var út alla vél og á farþegum. Þar með talaði að einn farþegi bað Michelle að aðstoða sig að því að hann var með eitthvað á andlitin á sér sem hefði verið með heftum og heftin voru að stingast inn í þannig að það sem var á var fast á andlitin á honum. Jesus. Og hún þurfti bara að horfa á hann og sagði bara því miður, ég get ekki það sem ég hef lært af fyrstu hjálp er að í þessu tilfelli akkurat þessu að gera ekki neitt. Já, einmitt. Það er galið, sko. En að því að fólk var lentu undir dóti. Já. Og líka bara þegar það er svona snöggt þrýstingstap og þá bara flýgur allt út allt. Já. Og á sko ógeðslega miklum hraða. Já. Þannig að allir lausahlutir eru allstar. Já, þannig með þau sem voru þannig á þeim staða þar sem að það ekki fer, þau voru mjög illa farin. Það voru þau sem slösuðust hvað mest. Já. Af því að þau fengur svo mikið með af fljúandi dóti á sig. Skiljanlega. Ein önnur flugfreyja slasaðist alvarlega. Það er hún Jane. Sem er undir. Og 7 aðrir farþegar slösuðust líka alvarlega. En þar að auki voru 57 farþegar
með minniháttar áverka sem ótrúlegt. Magnað. En ástæðan fyrir því að ekki fór verr svo að sætisbeltaljósi var á fyrir farþega. Einmitt. Og smá einskot frá flugfröðu hérna. Það á, eða mælt með því að hafa beltin alltaf spennt þegar maður í sætinu sínu. Geri það í alvörunni. Það getur skipt miklu máli. Og hvað þá þegar ljósinu á? Hvenær sem í fluginu? Jafnvel út að sé næturflug og þú svovandi, þá viltu að það sé ítt í þig og sagt þér að fara í belti. Eða vekja krakkaðinn til þess að setja hann í belti að því að beltin eru á. Já. Þetta bara öryggis. Að því maður veit aldrei hvað getur gerst. Nei. Og gott dæmi þetta einmitt nýlegt dæmi með ókyrrðina í flugi Singapore Airlines. Já. Hann í maí 2024. Já. Og það var einmitt Íslendingur sem slasaði svona hrikalega. Já, en hann var samt búin að vera alltaf í belti. Ég veit. Og var síðan að fara að sækja eitthvað í töskuna sína. Þetta er svo leiðilegt, sko. En þetta bara, þetta ekki óþægileg belti. Nei. Og þau getur verið með teppi á ykkur og sett beltið yfir það. Þannig að ef þið sofni í fluginu þá ekki verið að trufla ykkur. Bara, please, verið með beltin. Að þið hefði fólk ekki verið í beltum, hver veit hversu margir hefði dáið. Já. Og líka bara fólk hefði slasast meira að því að þá allt í einu líkamar fljúandi með öllu ruslinu. Já. Kóarinn, hún Mimi, var að fljúa vélinni og að því flugmenn skipta með sér leggum og þetta hefur greinilega verið hennar, en flugstjórinn tekur svo yfir stjórn og byrjar strax að framkvæma neyðarlækkun. Lýst var yfir neyðarástandi og vélinn breytti leið til þess að nauðlenda á Kalui flugvöllunum í Maui sem var næsti flugvöllur. Í lækkuninni í 8 flugvöllunum bilaði vinstri hreyfillinn og vélinn var því ekki að virka eðlilega. Og tíma voru flugmennir ekki viss hvort fremra hjól vélarinnar hafði farið rétt niður. Já. Eða bara hvort það hefði farið niður, hvort það hefði farið hálfa leið eða hvað. En þrátt fyrir allt þá náði vélinn að lenda örugglega aðeins 13 mínútum eftir slysið. Galið. Strax og vélinn var stopp voru neyðarrennuna settar út og farþegarnir ásamt þeim sem eftir voru í áhöfninni fóru frá borði með flýti. Það var ekki fyrir þarna að restina af áhöfninni fattaði að CP Lansing væri ekki með þeim og að hún hefði heldur ekki farið út með farþegum. Nei. Flugvöllurinn á Maui var mjög lítill og hann var ekki með nein plön fyrir neyðartilfelli líkt og þetta. Þannig sem betur fyrir fór þetta ekki verr. Nei. Þau sem voru slösu voru flutt á spítalan í litlum 15 manna rútum sem fyrirtæki að nafni Akamai Tours áttu. En það var hringt í fyrirtækið og óskað eftir eins mörgum rútum og fyrirtæki mátti missa. En skrifstofu þeirra voru aðeins tæpum 5 kilometrum frá flugvöllunum. Já. Og rútunar voru keyrðar af starfsfólki þeirra og flugvirkjum. Já, vel gert. Og ástæðan fyrir þessu að það var hringt í Akamai Tours var að það voru aðeins 2 sjúkrabílar á eyjunni. Já. Þannig að það hefði tekið allt og langan tíma að ferja 65 manns þannig. Já, mér taka þetta alveg langan tíma. Sem betur fer voru 2 starfsmenn fyrirtækisins sem mættu á svæði til þess að keyra rútunar fyrir sjúkraliðar. Já, ok. Og náðu að búa til flokkunarkerfi, svo kallar triage. Já. Ég fann ekki íslenskt orðið yfir svona yfir triage. Já, En þetta er bara flokkunarkerfi. Ég ætla að spyrja Þorra þessu. Já. En það var gert til þess að finna út hverju þyrftu aðstóð mest og fyrst. Þið sem hafi hort á Pitt hafi séð svona flokkunarkerfi. Og líka bara Grey's Anatomy. Já, og það líka. Já. En já, ég hef ekki hort á Grey's, en ég hef hort á Pitt og þá var einmitt notað svona flokkun. Og þetta er notað alltaf í einhvern svona stórum svona... Já, það eru fjöldaslis. Já. Þegar vélinn var svo skoður hvað að mér? Þegar vélinn var svo skoður eftir að öll hefði farið frá borði komst til ljós að báðir horizontal stabilizers svona í svo jafnvægis stangir ég hef ekki huga hefði orðið fyrir skaða af völdum rusl eða dót sem losnaði frá vélinni alltaf tala debris. Já.
og já, það er ekki hægt að segja til hvort það hefur verið brot úr vélinni sjálfri eða til dæmis farangur farþega og einhverjar skemmdir voru einni á the vertical stabilizers. Já, lóðréttu Já. jafnvægis stöngunum. Einnig sáu skemmdir á vængjum vélarinnar og hreyflum og aðal ástæðan af hverju það var á hreyflum var að því að hreyflanir soguðu inn með sér það rusl sem að flaug út. Já, þetta hreyflanir gera það. Já. Það var einmitt fyrsta sem ég datt í hug einmitt að hreyflanir myndu vera fljótur að fara sko. Einmitt, og það er alveg smá galið að sjá mynda þessu. Já, get ég það. Að því þetta er líka bara galið. Og svo það dót sem var að fljúa var síðan bara að lenda á vélinni aftur og þú veist en ytrabyrði vélarinn var vélin var það skemmd að ekki var hægt að gera við hana sjokker og því var hún rifin niður og afskráð bara á staðnum en hún var afskráð bara strax á staðnum þar sem ekki var hægt að fljúinni á eitthvað annar stað. Nei. Einnig vil ég nefna að engin partur af vélinni sem losnaði af hefur fundist. Nei, það er líka skilnilegt. Máli var rannsakað af the US National Transportation Safety Board eða NTSB og niðurstaða þeirra var svo að slysið var af völdum málmþreytu metal fatigue sem jókst vegna rof í sprungu á málmunum. Það er þannig sem ég skildi það en á ensku er þetta the accident was caused by metal fatigue exacerbated by crevice corrosion. Exasperated? Já. Ég sagði það. Nei. Hvað sagði ég? Exacerbated. The accident was caused by metal fatigue. Núna ég orðin ókvæslega meðvitur. Exasperated by crevice corrosion. Þannig að það hafi komið eitthvað rof í málminn. Já. Einnig var talið að viðhald Aloha, hvað er að mér? Viðhald Aloha Airlines á vélinni hafi verið ábótavant og helsta ástæðan fyrir því var að vélina voru það mikið notar á daginn að þetta skoðanir og viðhald var gert á kvöldin eða nóttunni og þar leiðandi erfitt að framkvæma fullkomna skoðun á skroknum. Vélin var þegar slysið varð 19 ára og flaug nær alltaf meðfram ströndum þannig hún komst í snertingu við salt og mikinn raka sem getur haft áhrif á málminn þannig að það getur haft áhrif mögulega einhverja tengingu þá við þessa málmþreytu. Já, og það var að tala þessa eyðingu þannig. Já. Og eitt mjög mikilvægt eitt farþeganna borð nefndi í viðtali að hún hafði séð sprungu á vélinni þegar hún var að labba borð. En nefndi það ekki við áhöfnina því hún vildi ekki vera með vesen. Hún nefndi þetta þó við rannsakendur á staðnum en þú veist það er eitthvað en svolítið seint. Já, þetta er alltaf að segja eitthvað að einmitt við viljum frekar að komist heila húfi á leiðarenda í staðin fyrir að komast á réttum tíma. Já. Eða þeir að flýta ykkur eitthvað bara please láta vita. Árið 1995 var svo garður í Terminal 1 á Honolulu International Airport nefndur til heiðurs CB Lansings fyrstu freinar sem fórst í slysinu. Mér finnst þetta meira magnamál. Þetta er rosalegt. Og það er, þú veist, þetta er kallað flugslys, jafnvel þótt að vélinn hafi ekki hrapað. Nei. En þá er þetta samt slys. Þetta er slys, 100%. Sem gerðist. En einmitt, þetta er ekki þetta slys eins og við hugsum alltaf að eitthvað, flughrap. Já, en mér finnst þetta magnað og að sjá myndir af vélinni, þið getið séð það bara á Instagramin okkar eða bara með því að googla og það var einmitt talað að allar, eða þau öll í áhöfninu hefur verið hetjur en sérstaklega Michelle sem skreið hana með fram og einmitt að segja fólki að fara í vesti og allt þetta einmitt og
en hún talaði í viðtali að farþegarnir væru líka hetjur. Já, ég menna þau heldur hana hinni, Já, hana Jane. Já, Nei, og líka bara þau heldur ró og að því maður veit aldrei hvað eitthvað svona gerist, að fólk getur ekki bara urlast. einmitt, þetta er svona reynt að flýja, þú veist, eða eitthvað. Já, farið úr beltinu Einmitt. og bara hérna, en farþegarnir vist heldu alveg ró með við aðstæður, en það er mitt grútlegt að hún talar í viðtali að hún var bara glöð að muna eitthvað á þjálfurinu sinni. Já, Að því að hún sagði að það var alltaf efst svona af hræðslu ef eitthvað kemur upp og hún gleymir þjálfurinni já, og hún er með talaði að hún reyndi að öskra svona köll já. nefnum bara það bara heyrðist ekkert. Nei, þetta er svo ógeðslega mikil hávaði. Já. Sko. Það er hún bara eitthvað, já, ok, nei, kannski ekki nota orð. Já, En já, mér finnst það magnað. þetta er galið, sko, og einmitt að það að bara einn fórst, Já, eins leiðilegt á það er, en þá er það magnað og frábært að einmitt ekki fleiri höfu. og líka, þú veist, mér sjálf var meidd. Já, já, hún fekk eitthvað náverka. Já, Einmitt, að því að hún er standandi þegar það, einmitt og dettur. já, Já, og einmitt, það var hún sem á stjórnaði evacuation. já, Hún sem, eða neyðrýmingu. já, og kom stundum og heimsótti farþega á spítalan. Nei, það? Já. Æ, krútið. Þannig að það er mér talað að hún hafi svona verið mitt mesta hetjan, en hún er bara eitthvað, ég á bara í vinnunni. En svo nefnir hún einmitt sem að er rosa satt, að í loftinu þá eru flugfreyjur, þú veist, við erum í rauninu þau fyrstu á vettvang, þú veist, við erum allt. Við erum læknar, við erum slökkulis fólk, við erum öryggisverðir, við erum allt. Já, þetta er einmitt það sem oft fólk áttar sig ekki á. Við erum ekki þjónustan Nei, einungi, sko. Það er, já, auðvitað er það eitt partur af því, en ef að eitthvað kemur upp á þá er þjónustan neðst í forgangsröðinni. já, Og já, það er bara sannleikurinn. Það er ekki þetta að fara annað, þú veist, einmitt, þjónustan er minnsti parturinn af þjálfurinni. ég veit það er það svo sannarlega. Og góður aðstöð. En já, hérna, ég var með að muna eftir einu, en það er talað að þrýstingurinn hafi, að þegar þrýstingurinn fjall og í rauninu útsogið gerist það að tala að það hafi verið 700 mílur per klukktíma sem að eru 1126 kilometrar á klukktíma. Það er Hratt. hratt. Ég nefnir, það er fyrirlega að segja líka, en það er í rauninni heppilegt að það voru svona lágt niðri. Já, það er í rauninni held ég eina sem bjargaði Já. fyrir utan beltin, en það er í rauninni það eina sem bjargaði því að þau hefðu öll mist meðvitund að þau voru ofar. Nefnilega. Þú veist. Þau öll fengið hana hypoxia. Já. Súrnuskortur. Já. Já. Þetta er nefnilega annar partur af þjálfunni að sem sagt, ef að það kemur þrýstingstap í vélinni, fyrsta sem flugmenn gera er að lækka flugið niður í 10.000 fett, eða 11.000 fett. Þá getur fólk anda eðla. Já, en þegar þú komir þannig þá bara missur sem meðvitund og svo líka bara kuldið en þú fær bara frostbit og allt þetta er þannig að þetta hefði þetta verið í flugi frá Íslandi til Parísar það hefði ekki farið eins. Ó nei, alls ekki. Þannig já. Smá röfl hérna já og okkur greinlega inn í lokin. Já, og einmitt við afsökum ef að mikið af þættinum hafi verið við að minna allá hvað maður á að gera í flugi það var sætspeltin á þetta. Þetta bara sýnir. En þetta sýnir að bókstaflega svart og hvítu. Já, að hversu mikilvægt þetta er. Þannig að ég vona að ég hafi lært eitthvað. Já, og sorry með ensku slettunar í þessum þætti, það er bara margt í fluggeirunum sem er erfitt að þýða, en ef ykkur er betri en við í þessu, eða betri en ég í þessu og því ég skrifa þetta mál, að þá má endilega bara láta okkur vita því að við erum alltaf til í að læra. Algjörlega. En já. Þá bara takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag og einmitt, ég ætla bara að gera þetta
bara alltaf í lók þáttar Já. að sem sagt Þið vitið á Instagramin okkar. við Instagramin okkar þið getið sendt okkur fyrirspurnir Já, eða bara hvað sem er. eitthvað spurningar eða vilja að við tökum eitthvað mál sérstaklega fyrir, getið sendt á Instagramin okkar eða á e-mailin okkar. Sögukastið@gmail. Já, og annars bara takk fyrir hlusti í dag. Já, við heyrumst. Já, bye. Bye.